Nú greiðir Ísland gjaldið fyrir óhóf í efnahagsmálum, segir breskur hagfræðiprófessor í Financial Times í kvöld. Hann segir orðróm stjórnarslit á Íslandi. Sterkur orðrómur yfirvofandi stjórnarslit á Íslandi. Þetta segir breski prófessorinn Robert Waite í grein sem birt var á vef Financial Times í kvöld. Robert Waite ekki hver sem í þessum efnum. Íslenskar fjármálastofnanir og stjórnvöld hafa ítrekað vitnað í úttektir hans á íslensku efnahagslífi og hann hefur verið fenginn til að sannfæra aðra erlenda sérfræðinga að ástandið á Íslandi sé alls ekki jafn slæmt og margir telja. Í greininni sem Financial Times birtir í kvöld og ber yfirskriftina Ísland greiðir gjaldið fyrir óhóf í efnahagslífinu fer Waite yfir þróun undanfarinna ára og veltir fyrir sér hvernig sardína á borð við Ísland hafi getað fæst jafn mikið í fang og raun ber vitni og á þar engum við kaup íslenskra viðskiptajöfra í Danmörku og Bretlandi. Waite segir þá leiðréttingu sem nú á sér stað afleiðingu hraðrar einkavæðingar og léttvægs lagarama. Bankarnir hafi verið einkavæddir árið 2000, einkavæðingin hafi meðal annars verið lituð af pólitík. Kaupendurnir hafi verið nátengdir stjórnvöldum en haft lítið vit á bankastarfsemi. Nú sé allt komið í höng. Stjórnvöld séu í klípu og sterkur orðrómur sé stjórnarslit. Fylgi Samfylkingarinnar hafi ekki dalað jafn mikið og Sjálfstæðisflokks vegna ástandsins. Samfylkingarmenn sjáu sér hag í að slíta samstarfinu, efna til nýrra kosninga og mynda stjórn með einum smáflokkana í landinu. Afleiðingin gæti orðið sú að efnahagsstefna Íslands færi að líkjast þeirri hjá frændþjóðum í Skandinavíu, þar sem fjármálastofnanir ráða ekki öllu og óstöðugleiki tekinn alvarlega.